Já, sæl, hérna hjá mér Ranni Kramer, nýkrýndur Evrópumeistari. Hvernig líður þér? Ég bara í skýjunum með þá. Já. Ég ekkert á leiðinni niður. Þetta bara kom mér ótrúlega á óvart og bara gæti ekki verið skemmtilegri endir og góðu ferðalagi með frábæru fólki og Íslendingar búin að gera það gott á þessu móti. Þannig að þetta var bara frábært. Aldeilis. 5 dóttir í hús. Vann sinn flokk, master, ekki? Já, plus 45 og tekur svo overallið líka eftir. Já, það var sem sagt vinnirinn frá 35 plus upp í 44 ára sem voru einhverja 29 stelpur og úr þeim hópi fór ég með á svið meistara og vann hana líka. Já. Þetta var skemmtilegt. Stór glæsilegt. Langur aðdragandi. Langur aðdragandi. Langt og strangur. Strangur niðurskurður. Já, já. Langur og strangur. Mér hefur reyndar aldrei gengið eins illa fyrir niður eins og akkur fyrir þetta mót, en það hafðist að lokum. En já, þetta er bara glæsilegt og svo fáum við þennan dag á eftir sem er ekki skemma fyrir. Þetta er æðislegt sko. Hvað er svo næst? Bara að borða súkkulaði. Já, fara heim og æfa, borða hvítt, Toblerone og lakkrís. Og fyrsta lakkríssemar og allt sem ég langar í. Þannig að belgja mig út af rifjum hérna í gær og ostaköku og það var bara yndislegt. Ljúga líf og Santa Susana. Santa Susana. Svo er það bara halda fram að æfa sjálfsögðu, það getur náttúrulega ekki. Þannig að það er bara, neðan maður kemur heim þá verður maður í rökkuna. Já, klálega. Það þýðir ekkert annars. En þú ert búin að vera í þessu sporti hvað lengi? Sko, ég byrjaði áfbáðstasvið 2005, Ice Fitness. Og þá var ég að horfa á mitt fyrsta mót 2004 árið á undan. Var svona eiginlega hvött til þess að taka þátt í þessu móti og ef ég á að segja svo þá var það hrikalega skemmtileg upplifun. Ég held nú að ég yrði hræddari að fara í bikini heldur en að fara í þrautabrautina, þegar þrautabraut þar. Það var bara eitthvað annað. Ég skemmtist alveg þrautabrautina en ekki sviðið eins og ég hélt. Svo ætlaði ég náttúrulega bara ekkert að keppa meira. Svo ákvað ég að fara og snúa mér í EPP sem engin þrautabraut var. Fór þá og tók þátt í 2009 byggamóti og vann það og hélst það bara áfram. Hér í EPP. Já, spáði í glæstu ferill. Já, þannig að það eru 10 ár í heildina með nokkur ára millibili þarna. Já. Svo er það bara HM? Nei. Í nóvember? Ekki hægt sko. Maður á alltaf aldrei að segja aldrei en Hvernig nær svona keppandi eins og þú, svona glæstur ferill? Þú fer ekki í gegnum þetta ferli einn? Nei, á bakvið mann verður að vera gott bakland og það hef ég svo sannarlega hérna í mér. Það er kallinn minn sem er stoð mín og stytta og hefur aldrei stutt í bakið á mér og hvatt mig þegar móti blæs og haldi mér á línunni og svo sér hann eldamennskuna í langflestum tilfellum. Hann sér grillið, ég myndi örugglega beint í mér ef ég verið að reyna það sko. Hann sér bara grilla á honum í kjúklinginn og hann hefur flestum tilfellum séð sætu kartöflurnar og allt þetta og ég er aðeins að gera meira núna þegar ég fara út í fiski, þá vil ég bara gera hann sjálf yfirleitt. En hann bara, ég gæti þetta aldrei á þess að hafa hann á bakvið. Og svo náttúrulega sér hann brúnkuna mína. Hann er snillingur á bakvið litinn minn, því að hann er bara fæddur í þetta. Hvað annað getur hann gert? Nákvæmlega. Og hann er bara með allt á hreinu, hann er með diskuna og varalitinn og klossið og hliðarlínunni og afturkun og klútinn ef ég er að leka til og þetta er bara snill. Þetta er æðislegt sko. Á bakvið hverjum glæstum keppanda, það er gott og mikið bakland. Þú verður að hafa gott bakland. Þú getur þetta ekkert einn og ef þú ert með maka á annar borð sem er ekki að styðja því í þessu, þá getur alveg pakkað saman. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Þetta voru lokaorðin hérna Santa Susana. Ég óska Ranni Kramer innilega til hamingju með Evrópumeistaran titilinn. Já, til hamingju. Herru, við sjáumst bara frá Spáni.
Jæja, komið sæl. Herðu, hérna hjá mér er Ranni Kramer, Evrópumeistari. Tökundáttur. Já, sæl. Herðu, hérna hjá mér er Ranni Kramer, nýkrýndur Evrópumeistaram.